Af hverju menntakerfið að breyta yfir í bókstafi úr tölustöfum? Og til þess að svara þeirri spurningu þá þurfum við að spyrja hvað breytingin gerir í sjálfu sér. Hún gerir það ómarkvissara og óljósara að meta það hvað ræðir. Og eins og ég heyri frá kennurum sem eiga í stökustu vandræðum það einmitt að reikna út tölulegu forsendunar yfir það hvað nemandinn raunverulega fékk og yfirfæra það svo yfir á bókstafi eða jafnvel þessa liti eða einhvern algjöran fáránleika. Og fyrsta útkoman úr þessu kerfi bæði að gera þetta óljósara fyrir kennaran og nemandann að þá getur maður líka bara spurt af hverju það Og ég get ekki séð neina aðra ástæðu heldur en það að grundvellur þess af hverju þetta gert að fela raunverulegar niðurstöður. Það það eina sem að ég einhvern veginn get séð í fljótu bragði að sé í gangi. Það að segja, við erum að sjá PISA-kannanir fara niður, við erum að sjá vanlíðan aukast, við erum að sjá gríðarlega bara breytingar á samsetningu nemenda og annað. Og það út af því kerfi sem að fyrir hendi Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.